XC40 tengitwin, eða við kalla þetta Volvo XC40 Recharge. Það sem sagt tengitwin bíl með í heildina 262 hestöfl og maður finnur alveg greinilega fyrir því þegar maður að aka bílnum. Og það góða við þetta að veghæðin töluvert mikil. Bíllinn 21,1 cm undir lægsta punkt og það gerir hann svolítið svona jeppilegan í akstri, þó að þessi bíl sem við erum á núna, hann ekki fjórhjóladrifinn, en þetta alveg pottet svona lítill sportjeplingur og með þá eiginleika. Nú, eyðslutölurnar á þessum bíl, 262 hestöfl í blönduðum akstri með rafmagni og bensíni, eru frá 2 lítrum á 100, sem náttúrulega alveg bara fáránlega lítið við bestu aðstæður, en það eru VFLTP mælingar staðilinn sem miðað við. Nú, það hægt að fá bílinn með öðrum vélum. Hann til dæmis til fjórhjóladrifinn þá í díselútgáfu og eins og Brynborg flyttur hann inn þá díselvélinn með fjórhjóladrifin, en hann sem sagt framdrifinn með rafmagnsmótornum og bensínvélinni. Ég myndi segja að það væri ákaflega góður kostur fyrir þá sem eru mikið í borgarakstri að vera með tengitwin útgáfuna, því að það að keyra alltaf 53 km á hleðslunni og með því að blanda saman rafmagni og bensíni að komast ansi langt á hleðslunni á bílnum í svona venjulegum borgarakstri. Nú, þeir sem að keyra meira og þurfa að fara lengri vegalengdir, að það kannski hentar betur fyrir þá að vera með díselvélina. Volvo XC40 Recharge, eða tengitwin bílinn, hann getur dregið eftirvagn allt að 800 kg eftirvagn með hemlum og hann ekki að skila nema 47 grömmum á kílómetrin af koltvísýringi, þannig að hann ekki að menga mikið þessi bíl. Það 7 þrepa sjálfskipting í honum og bíllinn gjörsamlega hljóðlaus. Þú finnur ekki fyrir því að það sé einhver vél að keyra hann áfram. Þetta bara, eins og við segjum, silent driving. Og það sem skemmtilegt við þennan bíl að hann svo lípur og sætin eru svo ógeðslega góð. Þau halda mjög vel við þó þau séu ekkert mjög djúp og þó þau séu svona frekar mjó þessi sæti eða mjótt baki, þá þau svona sitja svona í svona hálfgerðum kappakstursbíl. Og ég að setja símann minn í þráðlausa hleðslu því að hann var lítið rafmagn á honum. Og það finnst mér alveg geggjaflott í svona litlum sportjeppa að maður geti treyst á það að þurfi ekki að vera með snúrur hingað og þangað að hlaða símann sinn. Fjöðrunin flott á honum, þetta svona sportfjöðrun pínlítið og það eru alls konar aksturstillingar á bílnum. Það hægt að stilla hann fyrir snjó, það hægt að stilla hann á eco-stillingu og normal-stillingu og sportstillingu, svo eitthvað sé nefnt. Og bíllinn líka með, þú getur stillt þína eigin stillingu eins og þú vilt hafa bílinn fyrir þig. Þannig að endalaust þægindi í Volvo XC40. Það alveg pottþétt að þessi bíll á eftir að gera mikið á markaðnum. Hann á eftir að standa sig, enda var núna helgina þegar Volvo XC40 var frumsýndur, þá var fullt út úr dýrum hjá Brynborg þar sem fólk var að kynna sér þennan nýja tæknilega sportjeppa. Það sem spennandi við þennan bíl líka að öll hönnun til fyrirmyndar. Við erum að tala alveg rosalega flott leðursæti. Við erum að tala mælaborð sem
sver sig í anda hönnunar Volvo og skjárinn hérna hjá okkur, hann alveg magnaður. Ég sjáu hérna við setjum á leiðsögukerfið. Þetta allt rosalega snappi og auðvelt að þysja inn og sjá smáatriðin. En ég tek það líka fram að samkeppnisaðilarnir eins og BMW og Volkswagen eru líka með mjög flotta upplýsingaskjá í sínum bílum. En Volvo engin eftirbátur í því. Það alveg á hreinu. Efnisvalið alveg meiri áttar. Við erum að tala svona álfilmu hérna, að gera þetta svolítið sportlegt. Og svo þetta að velja hérna efni í innra byrðið á hurðunum og þú getur valið liti líka, sett inn eigin bíl saman alveg svo þú vilt. Og ég alveg bara orðið nokkuð spenntur fyrir þessum bíl. Og ég sagði nokkrum félögum mínum að ég var að fara að prófa og við varum að fara að reynslaka Volvo XC40 og þeir sögðu getur ekki komið við hjá mér og leyft mér að sjá hann. Ég sagði nú reyndar nei við því vegna þess að við höfum stuttan tíma, en ég hvatti þá til þess að fara í sýningar til Brynborgar og kynna sér hennar bíl og fá yfirklæðningu á honum. Verðið á bílnum rétt 5 milljónir sem svona start price á ódýrstu útgáfunni og ég held að menn sé að fá mjög mikið fyrir peningi þar vegna þess að staðalbúnaður í þessum bíl alveg gríðarlega flottur. Alveg gríðarlega flottur. Nú, eins og ég sagði þá bíllinn svona sportlegur í akstri og við erum búin að vera að keyra hérna á honum í svolítið lélegri færð. Og það má alveg með sanni segja að hann reynist alveg ágætlega í færðinni, en hins vegar þá þetta rafmagnsbíll að hluta, þannig að ef við þurfum eitthvað að keyra í mikill ófærð þá kannski erfitt að fara að spóla á þessum bíl, en í 90% tilfella þurfum við þess ekki. Það 21,1 cm undir bílinn og það gerir hann svona svolítið jeppalegan. Hann með svona sportjepplings eiginleika og það eins og maður sitji bara í sportbíl þegar maður að keyra þetta. Og það alveg undarlegt hvað hægt að ná rosalega góðum aksturseiginleikum í svona litlum sportjeppa. En markaðurinn reyndar orðin þannig að það mikið þessa litlu sportjeppa sem að virðast vera að slá í gegn.